Við skulum lýsa 7. dæmið sem bónusdæmið á skilaverkefni númer 2. Þar 50 cent sem á 10 sparibauka, sem við sjáum hér, og hann á 44 krónum peninga. En hann vil skipta peningunum þannig að í 2 baukum aldrei sama upphæðin. Og spurningin getur hann gert það? Jæja, við skulum bara hugsa hvað minnstu peningar sem hann þurfti að eiga til þess að geta gert þetta. Náttúrulega, þetta ekkert mál ef hann ætti einhverja milljón, þá geti hann alveg ákveðið að setja, þá ekkert mál að skipta þessum peningum svona. En hvað það minnsta sem hann geti notað? Jú, jæja, ef við prófum bara að setja peningana í baukana, ef við setjum 0 í fyrsta baukinn, það allt í lagi. Ef við setjum ekki 0 í neitt annan, þá það í góðu lagi. Setjum 1 í næsta bauk, ok. Núna þurfum við að setja 2 í næsta því við erum búið með 0 og 1. Þannig að 2 hérna, næst setur hann 3, næst setur hann 4, og svo 5, og svo 6, og svo 7, og svo 8, og svo 9. Já, allt í lagi, svo heildar upphæðin sem að þetta gefur okkur, að leggja saman tölurnar frá 1 og upp í 9, það að leggja saman tölurnar frá 1 og upp í 9, ég nenni ekki stafla þetta í reiknivél, en heppilega mann ég formúlu til þess að leggja sem að gefur okkur svarið þessu. Þetta 9 sinnum 9 pluss 1 sem 10, 9 sinnum 10 deilt með 2, það 90 deilt með 2 og það 40 og 5. 90 deilt með 2 45. Þannig að það minnsta sem hann þurfti var 45, en hann bara 44. Þannig að ef hann myndi halda svona áfram og setja, þá ætti hann bara, þegar hann væri búin að setja 8 í þannig næst síðasta bauk, þá ætti hann bara 8 peninga eftir. Þannig að þetta gengur ekki hjá honum. Þetta gengur ekki. Hann þarf minnst, eins og við vorum að segja þarna, 45 krónur. Þannig að hann þarf að safna peningum í smástund. Ok, núna ef við ættum N sparibauka og P krónupeninga. Ja, það sem við reiknuðum hérna, þessi tala hérna, þetta var í rauninni, ef við skrifum þetta á þessu máli sem við þekkjum, þar að segja þetta summan gengur frá 1, þar að segja 1 hérna og upp í 9 og við veitum að það 9 sinnum 10 deilt með 2. Þetta formúlan sem ég var að tala. Þannig að þetta það sem við þurfum að muna. Jæja, en hver formúlan hérna? Ef ég með N sparibauka, ok, ég byrjar svona, ég með N sparibauka, í fyrsta sparibaukinn set ég 0 krónur og í næsta set ég 1, og svo 2, 3, 4 og alveg upp í, ok, ég var með 10 sparibauka hér og í síðasta sparibaukinn set ég 9. Þannig að núna ég með N sparibauka og í síðasta sparibaukinn hlýt ég að setja þá N mínus 1 krónur, þar að segja. Og þá leggja þetta saman upp í N mínus 1. Ok, en það í rauninni bara eins og að leggja saman, ok, sé einfaldast að skrifa þetta svona. Þetta eins og að leggja saman tölurnar alveg upp í N og gera síðan, þannig að við gerum þetta fyrst og síðan gerum við mínus N. Þar að segja, ef við myndum segja að við hefðum sett 10 í 1 baukinn hérna í viðbót og draugum það síðan frá. Jæja, allt í lagi, þannig að þessi hérna summa, formúlum fyrir það, almennt, skrifuð svona, fyllt með 2 og það mínus N. Ef maður einfaldar þetta aðeins, ok, við skulum gera það aðeins til hér. Það kannski góð æfing að taka smá einföldun, þannig ég set þetta upp á strik, þetta verður eins og N sinnum N plus 1
mínus, ef ég ætla að setja þetta upp á strik hérna með 2, þá þurfti ég að margfalda þetta. Sjáðu, ég þurfti að gera þetta 2n deilt með 2. Þannig að þá kemur hérna mínus 2n. Ok, nú getur ég tekið n út fyrir sviga hérna, þá erum við n sinnum n plus 1 og n sinnum mínus 2. Ok, það deilt með 2 og það sem ég fæ út að lokum eru n sinnum n plus 1 mínus 2 gefur mér n mínus 1 og það deilt með 2. Þannig að þetta formúlan. Þannig að svarið með þetta er, ég ætla að leysa vandamálið almennt fyrir n sparibrugga og p krónubyrninga ef p er sama sem n mínus 1 deilt með 2 gengur þetta. Orðaði bara þannig. Ok, og í C-lið þá var spurt af hverju er dæmið áhugaverðast þegar p er sama sem n sinnum n mínus 1 deilt með 2 mínus 1. Af hverju er það áhugaverðast svona? Ef að þetta er svona, þá vantar eina krónu upp á. Það er að segja, ok, ef við prófum í okkar dæmi, 50 cent, hann átti hvað? Í 50 cent dæminu, þá eru peningarnir sem hann átti 44 og ennið, þar segja hann átti 10 peninga. Ok, og hvað er n sinnum n mínus 1 deilt með 2 er þá, að því n er 10, þá fáum við 10 sinnum 9 deilt með 2. Já, ok, við ætlum að rekna þetta mínus 1, þar segja þessa tölu, þannig að mínus 1, þannig að þá erum við með 10 sinnum 9 deilt með 2 er 45 mínus 1, það segja 40, sama sem 44. Ok, og þetta var talan sem við notuðum í dæminu, þannig að p er 44. Þannig að þess vegna valdi ég þessa tölu svona, af því að þá er þetta í raun áhugaverðast.